Komið sæl í Sibbarspjall, það fjórða í rauðinni. Þau fyrstu þrjú voru svona, hefðbundin má segja. Talaði fyrst Baldur Þór og svo Böðvar og lokum Svala Björgvins. En þetta Sibbarspjall verður talsvert öðruvísi. Mér sé alveg óvægt að fullera það. Bæði eru þess tveir í settinu hjá mér, svona kalla þetta settið, verður svolítið pró. Annar þeirra er sem sagt Benedikt Guðmundsson, þjálfari. Hann þykist hafa eitthvað vita á sportinu og við spurjum hann aðeins út í þetta. Hinn aðilinn, ég veit ekki einu sinni hvort hann viti bara nánast eitthvað þessi íþrótt. Hvort hann viti bara hvernig boltinn lítur út eða annað. En það er lifandi goðsögn í bara kvikmyndasögunni, leyfir mér fullyrða. Engin annar en Eiríkur Sigurgeirsson sem að lék Axel Bónusing í myndinni Nýtt líf. Og ef þið hafið ekki séð myndina Nýtt líf, þá bara verðið þið einfaldlega að drífa í því núna strax. Kannski að sýna þessa meistara sem eru mættir í spjallið og kannski þið eru eflaust gáttið hvað er Eiríkur Sigurgeirsson Bónusing að gera í þessu spjalli. Ástæðan er tenging eiginlega milli mín og Benna. Við erum miklir aðdáendur þessara myndar og þegar Benni kom að þjálfa okkur 97-98 í Grindavík þá hitti hann ásamt öðrum og ég var semst á leiðinu á sjóinn og ég segi eitthvað svona, ég er að fara á sjóinn, þar eru peningarnir, ekki inn í landi. Og þá sagði Benni hvað? Ekki nema hjá einstaka vegstjóra. Já, þetta er sem sagt frasi úr myndinni fyrir þá sem þekkja. Síðan þá höfum við oft svona talað um þessa mynd og annað og erum búin að horfa 3 svar á hana, 2012, 15, 18 og við erum eiginlega búin að heita okkur öðrum því það með ekki líða meir en 3 ár á milli þess og við horfum síðast í haustið 2018 og þá voru með Ingi Þór, þjálfari KR, Jóhann Þór, þjálfari Grindavíkur, Nökkumar Jónsson, legend og Gauti bróðir. Og ég hef alltaf af og til í þessum viðtölum mínum reynt að lauma inn frösum og ég hef með þess að fengi Benna stundum þegar hann er að lýsa til þess að potinn einum punkti, bara svona húmor okkar milli. Svo fyrir 4. leikinn hjá Stjörnunni á móti Grindavík, ég fjalla þann leik, þá ákvað ég að öll 4 viðtölin voru með svona þema og jafnvel frasa úr myndinni og þið getið séð ég læt að fylgja með í þessari frétt. Og meðal annars þurfum við sérstaklega að sjá Arnar Guðjóns. Hann var ekkert það mikið inn í þessari mynd. Þannig að þegar ég spurði hann hvort að í byrjunum viðtalsins, þið sjáu það líka, sem hvort að tók með þess að frasa Axels þegar hann kemur inn á herbyggið og svo YouTube-klippa kemur líka inn. Ég spurði Arnar hvort hann Grindavík hafi komið út kannski stabilir og smámunasamir. Og þið verður bara að sjá Arnar, hann kom nánast gjörsamlega fjöllum. En þetta er eina af línunum hjá þessum stórkostlega leikara og við ætlum að fá að svona rekja gattinnar aðeins úr Eiríki, ef ekki bara kalla hann Axel, ég finnst það miklu betra, kallum að bara Axel. En byrjum svo sem á að hafa þetta eitthvað tengt körfu, er það ekki skemmtilegra Benni? Þú segir til bara, þú stýrir þessu. Þú ert bara mættur. Já. Herru, hvað er að frétta af þínum högum? Heldur áfram með KR-liðið? Já. Voru ekki einhverjar svona efasemdir eftir þú varst búin að taka A-landslið kvenna? Varst ekki eitthvað að spá og spekular hvort þið fyndist það passa eða hvað? Jú, við tókum þá umræðu og þetta kannski færi ekkert endilega allt og vel saman en niðurstaðan var svo að ég myndi klára minn samning allavega við KR sem er 1 ár eftir allavega. 1 ár eftir. Já. Og þú ert væntanlega byrjaðar að skoða útlendinga, ef það ekki er rétt? Ég er búinn að ganga frá því. Þú ert búinn að sæna það bara? Já, bara drífa í þessu. Drífa í þessu bara? Já. Quiz bam búm? Já, ef það er hægt að gera það sem fyrst, þá er bara mjög gott. Já, þú hefur hingað til ekkert náð að hitta alltaf í Íslandslukupottinn í þínu vali? Þetta er bara... Hefur einhvern að klikka kannir sem þú tekið? Já, það er bara... En þú svona leggst nokkuð vel yfir þetta? Já, ég legg mikla vinnu í þetta. Klukkutímanir eru, ég vil ekki eftir að telja það. Það er bara, en maður verður að gera það, en maður ætlar að vera með háa prósent í þessu. Já, Baldur Þór myndist á það. Manstu eftir ykkar stundum saman þegar hann var leikmaður, þegar þið voru að nördast eins og hann orðaði það. Baldur Þór, ég tók viðtal við hann sagði svona hafa lært þessi fræðidóldi að þér að velja kanna þetta, þið hefði verið að nördast dóldi. Já, ég meina Baldur var einmitt að þú veist þegar maður var að djöflast í þessu stundum 10, 12, 14 tíma á dag og þá var hann að koma kannski eftir miðnætti taka stöðuna hvað ég var búin að gera eftir daginn og
svo vorum við í þessu kannski til 4 morguninn sko, þannig að við vorum svolítið á amerískum tíma, maður þarf svolítið að vera á amerískum tíma þegar maður í þessu. Já, þetta svona eiginlega hámarkið að vera nörd, körfuboltanörd eða ekki, má ekki eiginlega segja það? Já, en þetta bara skiptir það miklu máli. Þetta bara ef hérna, þú ætlar að vera með góða kana, ef við tökum bara kanana sem dæmi og þá vill maður fá leikmann sem maður veit að gæðarlega sé nógu góður, hefur þó eiginleika sem að þeir vantar, félagslega passi inn í þetta, karakterinn sé góður, þannig að þetta hellingur sem þarf að gera, þú þarft að nánast að hringja í hérna, nágrannana í næsta húsi og allt þetta, þannig að þetta bara og fá upplýsingar og þeim meiri vinna sem hún leggur í djópið, þeim meiri líkur á árangri. Það er bara þannig. Og hvað myndir tapa frá mörgum útlendingum í vetur? Við verðum með 1 kana og 1 bossmann. Og 1 bossmann. Varstu með þannig líka í vetur? Kanni og bossmann? Við vorum með kana og 2 bossmann. Já. Nú orðið svona aðeins auðveldara fyrir okkur á Íslendinga. Nú erum við ekki nýlegar og leikmenn finnst meira freistandi að koma, þannig að þá getum við fækkað allavega 1 útlending. Já, en kaninn sem ég sá það með í frétt, Daniel sem var með Stjörnunni, þú þurfti nú væntanlega ekki að hugsa þig 2 árum, þá var það fyrst möguleika á henni, náttúrulega framúrskarandi leikmaður. Það náttúrulega bara kom svona óvænt upp, sko, þannig að ég þurfti nú ekki að leggja mikla vinnu að fá upplýsingar gæði hennar sem leikmanns og karakter, því að þar veit maður að frábær leikmaður og frábær karakter, mikill leiðtogi. Já, og út af því verður sumarið kannski bara tiltölulega rólegt. Þú er búið koni bara sumarfrí frá þessu núna. Ég hef bara aldrei verið búinn í júní, aldrei, sko. Þetta oftast allt helviti sumarið. En segðu mér, nokkar að spyrja, náttúrulega ertu komið með A-landsliði líka. Sko, mín skoðun, ég stjórna þessu Sipparspjalli, ég á þetta, þannig ég má bara segja það sem er langað til. Mér finnst persónulega útlendingafjöldin vera komin í dóldirugl. Mér finnst dapurt eins og að Stjarnan þurfi tefli fram 4 útlendingum eins og síðasta ári hjá körlunum og bara fjöldi útlendinga hjá konunum. Kanarnir til dæmis, þeir eru ofboðslega svona dóminerandi. Umræðan hefur dálítið verið þannig að þá sé landslið kannski bara að líða fyrir það. Hvað er þín skoðun á því? Þú ert vantilega að tala að Axel núna, ekki? Nei, nú er ég að tala við banna. Ég veit ekki út í nenni þessari útlendinga umræðu eina ferðina. En þú sem landsliðsþjálfari, þú veist, hvað finnst þér hag landsliðsins gagnvart þessu? Men þessi kananir eru oft með 50% framlag í leikjum. Já, ég hef ekki reiknað, en sem landsliðsþjálfari eina sem að ég að spá í er hérna að okkur vantar fleiri leikstjórnendur og kananir eru oft leikstjórnendur í þessum liðum, þannig að það er bara Þóra Jónsdóttir í Haukum sem er að spila leikstjórnenda með sínu liði. Þannig að ég vildi óska þess að fleiri íslenska stelpur væri að fá stærra hlutverk sem leikstjórnendur sinna liða, en hvað verður í vetur, ég veit það ekki, kannski er einhverja sem að fá eins og Dagbjört Karlsdóttir í Val eða Embla spili leikstjórnenda einhverstaðar, ég bara veit það ekki. Björk var að spila með Breiðablik í síðasta vetur leikstjórnenda, við þurfum að fá fleiri leikstjórnendur upp og það vantar meiri breiddi í þá stöðu. Í A-landsliði karla þá vantar í aðra stöðu sem hérna er sóknarfæri fyrir leikmenn sem komast inn, þannig að þetta er bara mismunandi, sko. En auðvitað hefur bara alveg tekið eftir því að það hefur verið leikmenn í kvennadeildunum sem er með mjög ýktar tölfræði. Slúta öllu sóknum nánast og allt bara. Þannig að já, þú veist, mikið til. Hérna, maður þarf að skoða það af hverju eru þessi amerísku stelpur svona miklir yfirbara menn í þessari deild. Já, það er meiri munur virðist vera á konum hjá kvennadeildinni versus í karladeildinni. Hverju? Já, þú veist, munur var svona í karladeildinni hérna áður fyrr. Já. Þú veist, þá voru 5 stigahæstu í deildinni allir með yfir 30 stig sem voru kanar. Já.
og núna eru kannski stigastu menninni bara þú veist með 23-4 stig eða eitthvað svoleiðis og við þurfum að ná þessu upp hérna kvennamegin en það sem ég miklu meira áhyggjur af hvernig þjálfunin í ynglokkum kvenna því að það eru ofboðslega fáar stelpur sem að geta búið sér til sitt eigið skot og búið til fyrir aðra. Og það eitthvað sem að þú munt reyna að svona sem landsliðsþjálfari að landsliðsins og náttúrulega þá starfsmaður KK í allt það, þetta eitthvað sem þú munt reyna að koma inn hjá klúbunum að þú veist, kíkja yfir hvernig þjálfunin þú veist, að eitthvað reyna að bæta hana þá eða hvað, menn þú alltaf náð miklum árangri með ungviði svo sem. Þú veist, ég vil sjá þetta verða betra og hvernig ég beiti mig fyrir því, ég ekki alveg með það á hreinu, en ég náttúrulega fyrst og fremst verið að þjálfa stráka í gegnum tíðin og hef lagt áherslu á að þú veist að menn geti creatað og verið skapandi leikmenn. Kvennamegin eigum við alveg fáralega fáa leikmenn sem eru svona skapandi leikmenn og það ástæðan fyrir því að íslensku liðin að taka ameríska leikmenn sem geta búið eitthvað til fyrir hinnar íslensku stelpurnar sem eru þá mikið til að bara standa og býða eftir að grípa og skjóta eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú veist, ég ætla ekki að kenna amerísku leikmannum akkurat með svona mikla tölur og svona því að þær eru nánast líka með stóðsendingar á íslensku stelpurnar mikið til. Ég ætla ekki að segja þetta sé bara alveg á meðan karlamegin fullt af strákum sem geta skapað sér til eigið skot og svona. Þannig að veist, ég meira svona að horfa í svona atriði. Og svona til þá lengri tíma það megi þá kannski eitthvað taka til bara hjá öllum klúbbunum meira og minna varðandi bara hvernig stelpunar eru þjálfaðar. Já, því að þetta, þú veist, þetta á ekkert að vera eitthvað bara hjá stelpum, þú veist, því að við erum greinilega að kenna þetta í ynglokkum en ekki kannski nægilega mikið, það bara ofsalega fáar sem geta skotið af dribblinu og allt þetta, þannig að við þurfum að bæta þetta. Já, þú veist, ég veit ekkert hvort að þetta sé með erlendur leikmenn eitthvað svona, en ég veit að íslensku lið horfa í það að fá gana sem geta tekið á skarið því að íslensku stelpurnar ekki alveg nægilega öflugar því ennþá. Þetta eitthvað sem við þurfum að laga. Spurning á hvort við segjum þetta gott í bili af sem körfubolta og snúum okkur að máli málana, myndin. Þú orðaðar það skemmtilega við mig þegar ég svona bara þetta undir að þú myndir mæti þetta spjall með þessu legend. Þú myndir nánast fljúga bara í annar land til þess að fá selfie með þér með þessu meistara. Já, ég segi ekki til Egilsstaða allavega, en náttúrulega þessar lífmyndir. Fyrst náttúrulega nýtt líf sem kemur fyrst og svo dalalíf. Þetta eru náttúrulega bara myndir sem allir sé ekki búin að horfa á nýtt líf svona kannski 5.500 sinnum, dalalíf kannski svona tæplega 4.000 sinnum. Löggulíf held ég mestalagi 4 sinnum, hún var nú ekkert svakalega góð. Þetta þynnti stoltið út. Já. En nýtt líf að mínum mati svo gjörsamlega ber höfuð og herðar yfir. Dalalíf fín fram að hálfleik finnst mér, svo þetta koma út í fullt mikla vitleysu, meðan að nýtt líf þannig sem getur meira og minna öll hafa gerst aðeins ítt kannski, menn að skipstjórinn að fara að ráða eitthvað út á einhvern draumajóa, kannski hæpið en þetta ekki eins absúrt en Eiríkur, kannski bara spyrja þig sem bara körfubolti, veistu eitthvað þessi íþrótt? Jú, ég held að þetta svona rauðbrúnn boltinn. Já. Og svo eitthvað hangandi net á ramma sem var á hittunni. Og ég séð einn körfuboltaleik og Og hvaða leikur var það, manstu það? Það var eitthvað út í Orlando og ég sagði mér, ég vildi ekki hafa þessa menn í vinnu, þeir voru alltaf í pásu og það var bara eitthvað að vera að hossa upp bjóra eða svoleiðis. Þetta allt sem ég veit. Benni, ef ekki að segja það, við tökum hann bara með okkur á leik og þetta prófa íslenska leik. Já. Þegar Þór Grindavík verður í einhvern mann inn í Þorlákshöfn, ég veit ekki hvort það fyrir áramót eða eftir áramót, þá bara date. Þá förum við út að borða og við bjóðum þér á leik. Og þetta að upplega þetta. NBA náttúrulega allt of mikið að leiklífum og leiðendum. En eins og ég segi, tengi ekki við þig inn í þetta, náttúrulega bara nýtt líf. Og við svo sem rættum aðeins málið áður við byrjuðum þetta viðtal og
og ég svo sem var ekki með að þá hrein og þú er til í þetta, en þú ert greinilega maður sem hefur bara gaman að lífinu og hvað, þú orðar þannig, ef að hugmyndin er nógu bjánaleg þá ertu bara game. Já, ef mér er búið eitthvað nógu vitlaust þá segi ég já. Segðu okkur aðeins frá þessu, myndin er tekin 83 og Þráinn Bertilsson mætir bara þetta með eitthvað tökulið og 2 leikara, Eggert Þorleifsson og Karl Ágúst Úlfsson og allt hitt er bara innfættir eigamenn og hvað, og fólk sem var vann á verbúðinu þá, eða hvernig? Nei, vann bara ýmsu múrari og verkafólk og þetta var öllum sauðahúsum, prentari. En var ekki líka náttúrulega eitthvað, sem þessi liði sem að býr á verbúðunum, það er náttúrulega aðkomufólk. Þau væntanlega tóku dálítið þátt. Já, það var náttúrulega ekki mikið, sko, en hérna, jú, einhverja senur voru þessum. Einhverja senur eru teknar inn á verbúðunum, það er ekki bara live. Já, inn á verbúðunum, já. Og hérna. Hvenær hófust tökur, manstu það? Hvenær ársins? Það man ég ekki. En hvað, aðstoðar leikstjórnarnas mætti bara hvað út í leigja til þess að taka hvað, fólk í pröfur og... Nei, hann er eiginmaður, sko. Hann er eiginmaður, já. Og spurði hvort þú vildi taka þetta af mér og mér er sennilega þótt þetta nokkuð vitlaust því ég sagði já. og þú eins og ég segi, Eiríkur, þú reynir að halda þessu fram en þann dag í dag að þú sett edru og þú ert að leika þetta, þú mætir inn í herbyggi, svo klippa kemur líka og senan á ballinu. Það á ekkert að vera hægt að leika þetta svona. Já, það var ekki verið runnið meira með þetta. Ekki því líkur leiksiður. Það er bara Óskarsverðlaunin hefði átt að vera. En þetta var þannig sem auðvelt að falla í þennan karaktera því þú varst cirka bát, þú og Axel eru bræður eða eitthvað? Nei, ég segir kannski bræður en systkinabönd. Það gæti alveg passað. Ég verði að spyrja með skeiðina, þú snýr skeiðinni. Já. Það bara var ekkert mál, það er ekkert mál. Þú talaði að þetta atriði hefur tekið upp 14-15 sinnum eða eitthvað. Já. Og varstu þá búin að taka 15 skeiðar og... Já, eitthvað slagt allavega. Ég veit ekki hvað oft sem ég hef laumað frasa úr þessari mynd. Nú er ég búin að lýsa í ansi mörg ár. Með skyrtuna og Benni svo fyndið, takk eftir næst hann lýsir. Þá er skyrtan nánast komin svona hjá hann, sko. Þetta nú ígjur en miklar ígjur. En bara svona, þú veist, þetta er bara svona gaman fyrir mann sjálfan. Þetta er svona ákveðin áskorun. Já. Að því að það er svo mikið af punktum í þessari mynd. Mikið af svona sterkum línum sem hægt að tengja við bara hvað sem nánast í lífinu. Algjörlega. Þannig að við nánast heyrust ekki nema að annarkvor okkar komið með frasa. Og alltaf nýja línur, því að þær eru endalausar, sko. En svona erfiðast mann ég... Minnum á í fyrra mástu þegar þú ætlaðir jafnvel að koma með okkur til Svefneyja. Mástu og semst Jánas aðeins að taka Baldur út í Flatey. Og þá var það alltaf Baldur, hver er þessi Baldur? Og þú varst ekki einu svona lenga. Baldur, hver er þessi Baldur? Þetta er erfiðast mann í samsippi var þegar úrslitaserían 2012. Já. Og það var nú Jónsi Gauti bróðir sem að stýri því að hann var bara að kynna leikmenn og þjálfarna þá og hann kom, einhvern mann og sem þjálfari Þórs er maður sem vill hafa steikina vel pipraða vel steikt og mikið pipraða. Það var alltaf tekið upp á naustunni með Graham Smith og fiðlunni og þú hefur náttúrulega ekki verið. Það er áður að koma til leiða á meistararnir. En svo eftir leiki þá varst þú í viðtali og þú áttir að reyna að koma með frasa þá. Já, það var erfiðast í leiknum sem var svona loka leikur. Við töpum úrslitaseríunni 3-1 í hörkuleik í Þorlákshöfn. Það sem að mann og Bullock fór svolítið illa með okkur. Það var erfitt að koma með frasa eftir að vera búin að tapa úrslitaeinvíginu í Íslandsmeistaratitilinn en ég lét mig hafa það. Hvaða frasi kom þá, byrju ég? Hvort að ég hef ekki bara komið með óska Grindvíkingum hér og þar, aðalega þar, til hamingju með titilinn, það var eitthvað svoleiðis, en það var drullu erfitt, því að ég var ekki í góðu skapi, engu skapi sérstaklega fyrir einhverja svona eitthvað rugl,
Svona þetta búið að vera gegnum gangandi. Já, mun held ég verða bara til eilíðanóns. Ég get alltaf kleiðað mikið og maður ennþá að finna punkta. Einhverjar senur og einhverjar eitthvað sem maður skildi kannski ekki alveg og já, hann segir þetta. Þannig að ég held maður muni bara alltaf geta fundið nýtt og nýtt atriði, en mér langar að spyrja það líka, Eiríkur, ég spurði þig svo sem áðan, menn að margar af þessu línum eru svo stórkostlegar, þú veist að láta sér detta þetta í hug og ég spurði hvort ég endum ekki vitalega á því að þú leikir þig á ballinu, ég sem segir að vera rólurum og þú grípur í mig og er einhver að segja ég sé ekki rólugur hérna, engin hljómsveit og ekki að þú stoppa ég hljómsveitin, þú veist hvernig þetta að láta sér detta svona setning í hug, þannig að þú segir að þráin var nú alveg opinn eða ekki? Þráin snillingur. Hann snillingur. Og Og ertu í bandi við hann ennþá í dag eða? Nei, það var alveg langt síðan við vorum í sambandi. En við erum ekkert kunningjar í hitt hana þá ræðist við mjög vænt og þú gerir ekkert svona mynd með 2 leikurum og svo bara hittur rusla göttunni. Nei, það þarf góðan. Það þarf mikið karakter í það. Já, þannig að þú veist, þetta var þannig hjá okkur, þið gátu kannski farið aðeins út úr handritinu eins og að skrifa ef hann var bara sáttu við eitthvað sem að... Já, ef menn misfæltu sig að myndi ekki og var látið vaða þá ef hún líka þá bara stóð það. Það bara... Já, það hefði verið gaman eins og orðaðir áðan, það hefði náttúrulega átt að gera bara, maður lengi búin að láta sig dreyma það, kæmi ekki bara framhald af þessu, var það ekki einhvern veginn einhver pæling? Jó, það var einhver. Bara hvað að frétta af þessu gengjöld í dag? Axel Bónusvíkingur, hvað... Það hann ennþá hetru? Já, Axel hetru ennþá, hann fékk nóg að verbúðunum. Það hefði verið gaman að fá svoleiðis framhald af þessari snilld. Já, það var ekki vitlaus hugmynd. En hvað, og svo var það þannig eftir þessa mynd að það bara tilbúin ströndi, var ekki Hollywood beið bara? Nei, það var reyndar ekki, en þegar ég var 20 þá var ég síld út í Gloucester og þá vildi eitt fara með mig til Hollywood, hann hefur séð þetta fyrir. Hvað er þetta gamall þegar myndin tekið? Það er góð spurning. Nákvæmlega. 80 er 34 ára. Það er semst eftir það sem að þessi vil fara með þig til Hollywood? Nei, ég er 20. Já. Og þetta var nú bara svona djók, þetta var eina ríki. Eina ríki, þú varst nú spurður í myndinni hvort þú varir ekki margfaldur milljónamæringur eftir hvað 16 vertíðir. Þá komstu líka með hennan þvílíku visku. Fáum við þann frasa kannski frá þér? Manstu hver hann er? Já, það er einfaldara að eyða en afla. Það er nú einu sem þannig að það er einfaldara. Eyða peningum heldur en afla þér og svo kastaði ekki. Ég held að við kunnum þessa línu einu betur heldur en þú. Ég held ég einu sinni sé með þetta. Þú er einu sinni bara hort á hann? Það held ég að sé nú frumsýningu. Já. Einar, og hefðu við ekki kynna tökumanninn, sjálfur höstler og eitt lagalegasti maður Íslands, Einar Helgi Helgason. Það er þetta ekki einn. Það er bara þannig. Einar, hvað erum við komin í margar mínútur? 23 ár. Þá spurning hvort við fyrir mikið bara að segja þetta bara þannig sé gott. Er eitthvað, Benni, sem þú vilt spurja meistarann af í lokin? Nei, ég myndi velja að sjá, Eiríkur, nú rífur þetta alltaf, ég vil að Benni segi við svona, Axel, þú verður að vera rólegur og þá vil ég fá frasa. Það er einhver að segja að ég sé ekki rólegur þetta. Komdu nú í karakter. Ég er búin að gleyma það. Það er tvennt sem að þú nefnir það. Það er bara þvílíkur heiður að fá að hitta hann að meistara. Já. Og svo vil ég fá að taka í hendina á hann þegar ég mann eftir atriðinu. Og hefur ekki hafað þá alvöru hand. Þegar hann hvað var ekki Þór sem að tók í hendina á hann og það fór í Alþýðuhúsið. Það segið elsku punkarnir mínur og hendina á hann hvarf. Og var bara svona í klukkutíma og eftir. Þannig að ég verði að fá að máta. Þetta er alvöru lúkur. Þá segir við alvöru kallmyndir eitthvað volkar. Þarna, já. Takk alveg fyrir. Búin að íta stoppið ekki?